við að mæleiðsögn fyrir ljón. Þetta opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki allra. Það takið til sín sem eigi. Ef að lesturinn fyrir sólarmerkið, það að segja merki sem tengt fæðingardeginum þínum, passar bara engan við hjá þér núna. Þú getur alltaf athugað einhverju önnur merki úr stjörnukortinu þínu og þar ber sérstaklega nefna rísandamerkið og tunglmerkið. En skulum dæmpa okkur í lesturinn og byrjum á því að athuga hvaða ljón ég er að tala við. Og við fáum uppákomur, viðburðir, áskoranir, ögranir, hvað er framundan næsta misserið hjá þessu ljóni. Við fáum leiðsögn fyrir ljón. Og við fáum hvaða áhrif þetta kemur til að hafa framtíðina hjá þessu ljóni. Ok, kæra ljón. Það er eins og sért búið að vera að fara í gegnum einhvers konar tímabil þar sem að þú hefur þurft að bera mikla ábyrgð, taka margar ákvarðanir og ákvarðanir fyrir hönd annarra líka. Þannig að í einhvers konar stjórnun eða stjórnunarstöðu og það hefur alls ekki alltaf verið auðvelt því að þú ert búið að vera mikið því að taka ákvarðanir og setja öðrum mörk. Að svona reyna að ramma einhvern veginn hlutina inn fyrir aðra. Þannig að einhvers konar ábyrgðarhlutverk, stjórnunarstaða, hvort sem það er inn á vinnustað, jafnvel bara inn á heimilinu. En það er búið að vera mikil svona ábyrgð hjá þér og svona þú að bera ábyrgð á öðrum og sjálfu líka og setja rosalega skýr mörk og setja svona leggja leið fyrir fleiri en sjálft þig. Núna þú ert öruggara í þessu en þú hefur verið. Þetta var oft á tíðum kannski, sérstaklega ef þetta var ný staða fyrir þig, þá hefur kannski aðeins hallað á sjálfsöryggið, en núna þá ertu nokkuð öruggu í þínu og það er vissa í þér og þú efast ekki sjálft þig í þínum ákvörðunum. Það sem er framundan hjá þér er að þú ert að fara að vera að taka margar mjög skýrar afgerandi ákvarðanir hvað varðar þetta, hvort sem það er vinnan þín eða heimilið eða félagslega eða hvað nú. Að þú ert að fara taka mjög skýrar ákvarðanir og svolítið svona, það fylgir því örlítið að þú þarft kannski að vera svona pínu hvasst og svolítið ferkantað jafnvel og svolítið af eða á, af því að því fylgir þetta að þú ert búið að vera að setja mörk. Þú þarft ekki endilega að vera kalt, þú þarft ekki endilega að vera væðarlaust eða leiðanlegt, þó að þið líður stundum eins og þessi eru þingað í eitthvað svona þannig hlutverk. Þú getur alveg verið blítt og diplomatískt og samt verið mjög skýrt. Þannig að þú þarft ekki að hafa áhyggjur á því og mér finnst það líka vera svolítið að þú ert búið að finna svona þína leið í því og þaðan kemur þetta sjálfsöryggi. Af því að það var eitthvað svona óöryggi hjá þér í því að þurfa að vera leiðilegi raunsægæði sem segir alltaf nei. Að þú ert búið að finna einhvern veginn svona þína leiði því að fá að vera mjög skýr, setja mjög skýr mörk og höggva á alla lausa anga en samt bara með því að vera blítt og með því að vera diplomatískt og hafa gaman að hlutunum. Þannig að þú þarft ekki að vera hafa áhyggjur að því að vera þveri leiðilegugurinn, að þetta langar svo innilega ekki til að vera þar. Þannig að þessi undirbúningur sem þú ert búið að vera í,
það mun reyna á það svona á næsta misseri og leiðsögnin í því að muna bara hvað þú hefur ræktað fyrir þig og í kringum þig, hvað skiptir þig máli, að umfram allt að þá er réttlætið og sanngirni fyrir öllum, að þannig finnst mér líka vera sko svo gott hvað þú ert búið að undirbúa þig í svona að vera pínuferkandi af hugsun og vera búið að setja mjög skýr mörk og setja ákveðin ramma, að þá er miklu auðveldara að fylgja því og bara beita því fyrir sér að þetta er ramminn okkar. Rétt skal vera rétt, við erum með ákveðin ramma af góðri ástæðu og þetta er svolítið það sem þú ert búið að byggja upp og leggja til með frá upphafi. Þannig að það er að fara að hjálpa þér mjög mikið núna sem sagt á komandi misseri þegar þú þarft að vera í þessari ákvörðunartöku og vera mjög skýrt. Af því að framundan er síðan bara þvílíka óska uppfyllingin, það er bara þetta fer allt rosalega vel, þetta fer betur en vel, það fer betur en þú hafði vonast til. Þannig að það er bara gull og grænir skógar framundan, bara þvílíka, já, það sem að þú ert að vonast eftir það bara rætist og það kemur rosa mikið með þessu að þú ert búið að vera að undirbúa þig og vanda þig rosalega og þú ert búin að leggja ákveðna línu á hlutunum og svona kortleggja, þannig að þegar að kemur að því að duga eða drepast þá ert að fara að duga þegar þú bara leggur eftir þínni línu, að þegar þú ert búið að kortleggja þetta og það er svo auðvelt fyrir að fylgja bara þínum eigin reglum af því að þú ert búið að þú ert búin að rækta það og þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þú sért eitthvað starf að fara gegn sjálfu eða að stíga inn í einhverju ósanngirni eða ójafnvægi. Þannig að þetta er bara steinleikur má segja, dásamlegt. Við kíkjum hérna aðeins aftur, þá er greinilegt líka sko að þú stígur inn í þetta hlutverk með það að fyrirrúmi að halda jafnvægi, að hafa sem sagt að hafa jafnvægi fyrirrúmi að sanngirnina, að berjast bara fyrir því, eða berjast ekki berjast, að svolítið svona vinna með það að hugafari að gera hlutina vel og fallega og réttlátt. Þannig að það hefur ekki lent sér. Það var lína sem þú lagðir upp með frá upphafi. Og núna í þínu öryggi þú ert búið að finna styrkinn þinn, af því að tíma þá varstu pínu óvist, en núna ertu komið í styrkinn þinn sem að er þitt sko bara bæði sko út frá sjálfu þér og hjartaðinu en líka svona hvernig þú mætir fólki og mætir öllum af svona jafningsskap og með hlýju og í því líka alltaf að varpa ljósa á hlutina. Þannig að núna það er allt rosa skýrt hjá þér núna og þessar ákvarðanir sem þú ert að fara að taka, þær eru til þess að í rauninni binda endi á eitthvað barning og eitthvað erfitt, eitthvað svona potopín sem er búið að vara lengi. Og með því að taka þessar ákvarðanir þá ertu bara svolítið að loka á það, höggva á þráðinn þannig að það get ekki áunnið sig aftur. Þú ert svolítið bara svona klára batterið. Og þetta er allt gert með það í huga að stofna nýtt eða sko byggja nýjan grunn svona með skýra mynd af hlutunum, að því að eins og ég sagði þér, þú ert búin að vera svona að kortleggja, þannig að mundu bara hvað þú ert að skapa, hver er framtíðarsýnin, hvernig þú sér fyrir ávinningin í því að klára þetta og bara binda endi á einhvern barning
og erfiði. Með því að segja bara skýra hlutina, nei, hana nú, þetta búið, klapp og klárt. Og vera bara, höggva bara svolítið á það sem búið að vera ósanngjarnt, það sem búið að vera ekki rétt og það sem búið að vera að skemma fyrir. Og með því þá endurnýjaru stöðuna. Þú endurnýjar það sem þú ert að berjast fyrir, það sem þú ert að reyna að skapa og það rís einhvern veginn svona upp aftur bara svona eins og fönix. Og þá þarf stundum eins og fönixinn, það þarf að brenna þetta gamla til þess að gefa færi á að þetta nýja rísi upp úr öskunni. Þannig að þetta, þú ert að hárréttur að leið með þetta, og þú ert búið nú þegar að ákveða þetta. Það er bara að muna eftir því þegar það kemur að því að standa og taka ákvarðanir, að muna bara hvað styrk þú ber með þér og fyrir hverju þú ert að berjast í rauninni. Af hverju þú ert að taka þessar ákvarðanir. Af hverju þú þarft að vera mjög klippt og skorið skýr á þessum tíma. Svona í lokin ætla ég að fá hér ein erkiengil með stutt skilaboð til að loka lesefninni. Og það er hér erkiengil Kristín sem að segir taktu á móti ljósi Krists, framkvæmdu af visku og elsku og samkennd. Það er svona allt það sem þarf að vera í fyrirrúmi fyrir þínum ákvörðunum. Það er bara viskan fyrir reynsla, það sem þú veist bara innra með þér, og þessi elska sem þú hefur fyrir náunganum, samkenndin. Þó þú séð kannski upplifa inn á milli eins og þú sért að vera kalt og grimmt við eitthvað sem að því að þú ert að taka ákvörðun sem að þau eru ósammála eða ekki hrifin af eða finnst hallalausinn hlut, að þegar þetta snýst jafnvægi, sanngirni og að gera hlutina rétt, fylgdu þá þeirri visku og framkvæmdu ávallt af kærleika. En þá ætlum ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.